Komið sæl. Aflaunakeppni Vestfjarðavíkingurinn nú haldin í 29. sinn. Við hefjum leikinn að þessu sinni á ströndum norður, höldum síðan út Ísafjarðardjúp og endum leikinn á Þingeyri. Reykjaneshyrnan og Selur á steini fullkomna sólskinsstemningu við nyrsta haf. Keppendur Strandamaður með í þriðja sinn og Villus Jokúsís, 25 ára Litái, léttastur en sterkur og snarpur. Það alltaf verið klárt í fyrstu grein Vestfjarðavíkingstöð 21 hér við höfnina í Norðurfirði á Ströndum. Bændur ganga með 130 kílói var í hönd. Hannes Þorsteinsson fer fyrstur og einn brautina með járnkútana 2. Annars etja 2 kappi og það munar miklu. En keppendafjöldin 8 tala og Hannes hefur dregið stysta stráið hér. Hann 173 kíló, hér færast við liðlega 430 kíló úr staði hverju skrefi. Brautin 15 metrar, það þarf að snúa við á bryggjugólfinu og ganga tilbaka. Hannes snýr öðru sinni. Hér má ekki vera með læti, þá missa menn lóðinn. Og hann kemst nærri hálfa þriðju ferð, 41,1 metra. Svolítið þreyttur, fæturnar alveg að gefa sig. En hendurnar voru ekkert að gefa sig? Svona smá. Smá fann að gefa sig að nýjandan. Næst fara reyndir kappar. Nær Kristján Sindri Níelsson og fjær Stefán Karel Torfason. Þessir kappar eru báðir gríðarsterkir og hafa æft af kappi í mánuði og ár. Báðir eru nálægt 150 kílóum en ólíkir. Stefán Karel fjórðungi úr metra hærri. En þeir fylgjast hvert fótmál, allt þar til að greip gefur sig hjá Kristjáni Sindra. Hann fer rúma 35 metra. Stefán Karel heldur áfram og hann nær 3 brautarlengdum, 45 metrum. Hendurnar halda endalaust. En það þetta blessaða súrefni sem ég svo háður. Það er erfitt að ná því stundum. Hvernig ertu stendur fyrir þetta? Hvernig ertu undirbúinn? Herru, mjög vel undirbúinn. Bodyið þokkalegt. Þannig að maður kemur hérna inn bara til að vinna þetta. Þetta ekki besta grein en gekk ákveðlega. Var það ekki bara? Jú. Get ekki verið ósáttur. Hvernig sem gengur það muni ganga frá sáttur en ég stefni á topp 3. Já, bara aðeins. Já, bara aðeins. Það sjálfsögðu. Húsvíkingurinn Guðmundur Aðalsteinsson nær og strandamaðurinn Tómas Jóhannsson hér til hægri. Tómas fer hraðar yfir en það ræður þó ekki alltaf úrslitum. Hann kemur tilbaka að 30 metra markinu en þar gefur sig greipinn og vegalengdin 29,40. Guðmundur heldur enn fast og nær 30 metrunum en snúningurinn erfiður. Og nú losna tökin, 32,3 metrar. Það var fínt, það er betur en fyrra. Áður mótur reyndar, en það er margir eftir. Skulum sjá hvað þetta skilar í stigum. Ertu búinn að setja takmark fyrir mótið? Já, ég ætla alltaf að rústa þessu móti. En ekki hvað. Það er alltaf mjög sérstakt að koma hérna heim á standirnar og fá að keppa í afbrunum með sterkustu mönnunum þetta. Það er bara þannig. Nú skelfur bryggjan. Ari Gunnarsson, 38 ára fimmfaldur Vestfjarðavíkingur og Kristján Jón Haraldsson, 23 ára jötunn. Kristján Jón fer eins og emreið, það vantar bara blístrið. Ari minnir meira á hægfara dísiltrukk sem heldur áfram endalaust. Snúningur nr. 2 sýnir þreytumerki á báðum. Kristján snýr full hratt en heldur lóðunum. Ari snýr hægar og leggur svo á stað en missir takið, 32 metra slettir. Ekki gott, nú eru þegar 5 á undan honum. Kristján Jón snýr á 45 metrum, nú titra allir vöðvar en svo þetta búið. Heilir 47,3 og fyrsta sæti. Þetta mín grein sko. Og ertu ánægður? Já, bara alveg eins og ég bjóst við. Þau myndi vinna þessa grein.
Já, þú vinnur hana? Já. En þetta er mín langveikasta grein. Fínt að íta henni bara frá og í fyrirmáli byrja mótið fyrir mér. Svo megaði vara sig. Þá mega sko vara sig þessi krakkar. Næstir eru Willus Jökulsís og Birgir Guðnason. Willus er aðeins 110 kíló en fer yfir á ótrúlegum hraða. Birgir fer hægar, hann er 150 kílóa maður. Willus snýr eftir 15 og brunar enn. Birgir snýr hægar og heldur áfram skref fyrir skref. Hér er annar snúningur hjá Willusi og hann sýnir enga veikleika. Birgir snýr líka en missir lóðin, það eru 30 metrar hjá honum. Willus brunar að þriðja snúningi, það eru konni 45 metrar. It's one of my best events, to be honest. I'm not that strong in static events, but when it comes to carrying something, I have a bit of advantage maybe over other guys. A bit lighter. How come you are here? Oh, I came here 4 years ago. I moved to Iceland just for summer, but I found a girlfriend here, and that's what kept me in Iceland. And you're never gonna leave. Probably not. Sæmilega sáttur við þetta? Nei, ég vildi fara aðeins lengra en gengur ekki alltaf upp. Og náttúrulega rosalega leiðilegt að vera mættur í Víkinginn. Þetta er alltaf jafn leiðilegt. Þetta er alltaf skemmtilegasta mótið. Aron Geir Guðmundsson og Hrafnkell Ívarsson eru næstir. Aron Geir er Suðurnesjamaður, Hrafnkell miðbæingur. Hann hefur keppt áður í Víkingnum, Aron er nýliði. Og Aron Geir tekur forystu, en það er ljóst að þetta er báðum erfitt. Báðir ná að snúa einu sinni. Hrafnkell klárar rúma 18 metra, Aron fer rúma 23. Hvernig líst þér á þetta? Mjög vel. Spenntur að keppa í Víkingnum. Ég er búinn að stefna það allt sumar. Settuðu þér takmark fyrir mótið? Takmark? Já, svona topp 8. Þetta var þungt. Það er samt gaman að vera komið til leiks. Er alltaf það í með þig? Já, heill heilsu, andlega og líkamlega, skapið gott. Ég er bara tilbúin í morgundaginn. Alexander Andersen er yngstur og næst lægstur, 183 cm, en 144 kíló segja okkur að þarna leynast kraftar. Theodor Már Guðmundsson er hæstur keppenda, 208 cm og með þyngstu mönnum 161 kíló. Hann hefur keppt áður í Víkingu og vakti þá verðskuldaða athygli. Hann meiddist í framhaldi og hefur lengi undirbúið endurkomu. Alexander lýkur keppni eftir tæpa 17 metra. Theodor lætur engan bilbug á sér finna. Nálgast 45 metra. Snýr hægt og rólega en heldur svo sína leið fram úr Stefáni Karel og Kristjáni Jóni og sigrar með tæpa 50 metra. Hvílík frammistaða. Heldur þú að hafa unnið þetta? Já, ég held að. Ekki leiðist þér það? Nei, alls ekki. Alls ekki. Það er mjög gaman hennar grein. Þetta er góð grein fyrir þig, við verðum að álykta sem svo. Hún var það aldrei sko. Nei. Ég er bara búinn að æfa mjög stíft og mjög svona smart í vetur og ég held að það sé að skila sér núna. Mér finnst það bara skemmtilegt. Þetta verður mjög gaman. Hvernig ertu undirbúinn? Þetta er sterkasta sem ég hef verið allavega, en ég er mjög nýlegur í þessu, svo þetta er fyrsta Vestfjarðavíkingurinn. Og takmarkið í þessari keppni? Takmarkið? Ekki vera seimastur. Theodor sigrar, Kristján Jón er annar. Þetta er óvæntari, tveir nýliðar á meðal fyrstu 5, Willus og Hannes Thorsteinsson í 3. og 5. sæti, Stefán Karel 4. Margvaldur sigurvegari Ari Gunnarsson endar 8. Efsti af 13 keppendum fær 13 stig, næsti 12 og svo koll af kolli, niður í 1. Sundlaugin á Krossnesi er einstakur staður og minnisstæður öllum sem þangað hafa komið. En nú á miðju sumri 2021 er bleikbrugðið, viðgerðir standa yfir, víkingar eru viku of snemma á ferðinni til að geta notið laugarinnar og umhverfis hennar. Í staðinn njótum við minninga og gáum hvernig gengur. Nú eru mikla framkvæmdir í lauginni. Já, heldur betur maður. En það komið tíma á að taka þetta í gegn sko. Bæði aðstæðan okkar, hún var orðin og lítil. Vörður er búinn að vera úti í 12 ár í tjaldi sem átti að vera bara til 1 árs til bráðabirgða sko. En loksins, nú er þetta að verða gott sko. Og það er búið að bletta laugina, var hún illa farin? Já, hún var töluvert illa farin sko, ekki vanþörf á. Ungmennafélagi Leifur Heppni og hreppsnefnd Árneshrepp stóðu að byggingu laugarinnar sem tekin var í notkun árið 1954. En þá voru búin að vera deilur það hvort hún ætti að vera hér eða út á Gjögurströnd.
sem reyndar, og það hafði tafist held ég í einhver 4-6 ár sko, af því út af deilum út af því sko. En á endanum fékk styrkur til að byggja hana hér, ef hún byggð hér, og þá var farið í það. Sundlaugin síðan menningarmiðstöð í Árneshreppi, segir Valgeir. Hann fer fyrir flokki ungmennafélagsmanna sem enn hlúa að lauginni. Umgjörð Krossneslaugar einstök, heita vatni kemur úr Krossneslaugum. Það streymdi áður í Hvamminn fagra í fjöruborðinu. Þangað streymdi líka kaldur bunulækur. Skilyrði til laugabyggingar voru sannarlega ákjósanleg og vinsældir laugarinnar ná langt út fyrir landsteina. Það ferlegt að hún sé ekki opnuð fyrir mánuði eins og stefnt á rað sko. En nú þetta að koma. Þið ekki ykkur öll fram, þetta vinnuslisframan í þér? Já, það svona eins og sagði í auglýsingunni. Hvað sem þú gerir ekki neitt. Ég gleymdi að reima skóna og var að labba eftir laugabakkanum og í staðinn fyrir að stiga á reimarnar, í staðinn fyrir að láta mig gosson í laugina, þá léti mig vaða í möluna fyrir ofan og með þessum afleiðingum. Þetta græðir. Þetta var stíð í gær og þetta gengur vel bara. Logni, sólskini og spegilsléttum sjó á ströndum verður vart með orðum lýst. Við erum í Djúpavík í Árneshreppi, þar sem áður fyrir gekk mikið á í síldinni. Önnur grein í Vestfjarðavíkingi kútakast. Kútarnir eru 6 mistungir. Keppendur byrja á þeim léttasta og enda á þeim þyngsta. Nú ef þeir ná þangað. Ari Gunnarsson svipþungur, hann hefur lengi borið af í kútakasti en öðrum hefur farið mikið fram. Kútarnir eru 14, 16, 18, 20, 22,5 og 25 kíló. Það ekki á hvers manns færi að kasta þeim öllum yfir. En hér engin hindrun. Ari grýtir hverjum kútnum af öðrum, það eins og hann drægi ekki andan fyrr en kemur að síðasta kútnum. Og þetta tekur allt rúma 21 sekundur. Þetta gekk ágætlega. Ef við skulum muna Kristján Jón eftir að koma og Stefán. Við vonum að þau nægi ykkur stig hérna sko. Þetta var leiðilega gerðin í gær. Ég segi bara velkomin til leik. Takk fyrir það. Nú byrjar Víkingur 2021. Kristján Sindri Níelsson gengur ákveðið til verks. Hér kveður við nýjan tón, hann hefur ekki alltaf verið góður í þessu. En Kristján hefur aukið krafta sína jafnt og þétt. Hann býr nú yfir heljarafli og aukinni reynslu og kútarnir svífa yfir hver af öðrum. 1, 2, 3, 4 og 5 á svipuðum tíma og Ari tók 6. Og þá það á síðasti. En hann vill ekki yfir. Þetta bara hefur aldrei verið mín grein og ég búinn að æfa hana grimt og strongt. Hún aðeins að koma til, ég að skána henni. Það virtist nú vera þín svona til að byrja með að minnsta kosti. Já, ég búinn að æfa þetta alveg 2-3 vikur núna í hálft ár. Ég ekki hæstur en powerið alveg ágætt núna. Þetta var bara gott hjá mér, ég ánægður með þetta. Stefán Karel Torfarsson hár og limalangur og gríðarsterkur. Kútarnir snúast í loftinu einn eftir annan. Þetta lítur vel út. 14, 16, 18. Kútarnir smá þyngjast og það smá hægist á. Næst eru 20 og 22,5. Svo það sá svarti sem þyngstu 25 kíló. En nú byssan ekki rétt stilt. Stefán Karel hittir ekki. En sá svarti svífur yfir í annarri tilraun rétt 27,5 sekúnda. Þetta á ekkert að flækjast fyrir mér. Ég var að stríða honum Ara kannski full mikið þannig. Þannig ég stóð full nálægt með síðasta kútinn. En hann átti alltaf að fara yfir. Og þetta munaði nú ekki um einhverjum 4-5 sekúndum þó þú það ekki enn tvisvar? Já, ég veit það. Þetta sorg. Gráðlegt að ná þess ekki núna. Talandi snerpu. Willus Joko Cheese byrjar með miklum látum. Hann nær kannski ekki þyngsta kútnum, það veit hann. En hann getur nýtt sér snerpuna og náð besta tíma á þeim fjölda sem hann nær. Og komnir 3. 4 eru nú uppi á 17 sekúndum tæpum. Sá 22,5 kíló. Og hann reynist of þungur. The goal was first 4 as fast as I could and try to clear the 5th one, but unfortunately it didn't happen, so. Kristján Jón Haraldsson sleipur í kútakasti og kraftarnir eru ógurlegir. Hann 40 kílóum þyngri en Willus hér á undan. Og Kristján hendir kútunum yfir einum af öðrum og hefur lítið fyrir því. Hraðinn ennþá mikill að 4. kút, sá 20 kíló. Þetta líka spurningum að miða rétt. 50 kúturinn hafnar í vegnum en skrúfast yfir. Og það munar sáralitlu að síðasti kúturinn skríði líka yfir. En önnur tilraun ber heldur ekki árangur. Kristján Jón fljótastur með 5. Já, þetta fínt. Mér langaði seinast en það bara svona
Theodór Már Guðmundsson sigraði óvænt í fyrstu grein og kemur með miklum látum. 3 kútar svífa yfir á nánast undra skömmum tíma. Theodór heldur öðruvísi, tekur í handföngin og endasendir kútinn. 4 eru komnir og svo það sá 5. Þetta gengur aldeilis glæsilega. Hæsti maður keppninnar tekur svo 7. og síðasta kútinn í hendur. Nú þarf að miða og hafa þolinmæði og það borgar sig. Theodór Már lýkur í verkinu á tæpum 26 sekúndum sem þýðir annað sæti. Já, ég kom sjálf mér óvart þannig. Ég var alveg mjög stressaður fyrir þessa grein. Mjög stressaður. Af hverju? Þetta er svona lítil mistök geta skipt svo miklum sköpum upp á tíma og allt, þannig að ég var stressaður að ekki hitta eða eitthvað miða illa eða eitthvað, en þetta heppnaðist annað sæti. Ég er rosalega sáttur með það. Og strákurinn bara efstur eftir 2 greinar. Þú varst eftir 1. grein, það var augljóst, en þú ert vel efstur núna. Það virðist vera. Það var bara, þetta er draumamót. Byrja vel, en það er mikið eftir og erfiðar greinar, þannig að bara maður heldur hausnum, jötnum. Ari sigrar, Theodór en annar, Stefán 3. Þeir náðu allir 6 kútum yfir. Kristján Jón og Kristján Sindri koma næstir og svo Willus. Theodór Már hefur nú 3 stiga forskot á Kristján Jón. Stefán Karel 3, síðan Ari og Willus 6 stigum á eftir fyrsta manni. Við erum komin í Heydal í Mjóafirði í Ísafjarðardjúpi. Hér er 3. grein, svo nefndur leggsteinn. Það er minni steinninn hérna fyrir aftan mig, 220 kíló. Málið er að fara með hann sem flestar hringi í kringum það stóra. Guðmundur Aðalsteinsson tekur steininn í fangið og gengur af stað réttsælis bautasteininn. Sagan segir að undir stóra steininum hvíli bóndi úr Mjóafirði sem tapaði sál sinn í veðmáli við Kölska. Svo sál hans verði frelsuð þarf að bera leggsteininn alls 100 hringi bautan. Guðmundur fer 3 hringi með steininn og nær hálfum metra betur. Þetta gekk vel, voru ekki prófað þetta áður? Aldrei snertan áður. En þetta var grein sem ég hlakkaði mest til að taka. Og mjög gaman að ganga svona vel í henni. Og af hverju hlakkaðir svona mikið til? Þetta er 220 kíló steinn, þetta er bara ekta strómanþraut. Og náttúrusteinn, það er án skemmtilegast. Býtu nú, þú ert líka með náttúrufléttu, er þetta bergflétta kannski? Já, það er bara undir þeim komið sem flétta með hverju sinni hvað ég gera. Ég er ekki með svo háa kröfur. Og þú ert með fólk í því? Já, góðan hóp. Ja, aðalega Rakel í ár. Hún dró síðasta stráið. Já, en hún vann slaginn, það er slegist að gera þetta. Metið í þessari grein er rúmir 6 hringir, 24,7 metrar. Methafinn varð síðar sterkastur í heimi, Hafþór Júlíus Björnsson. Í fyrstu tilraun 2 árum fyrr sett hann líka met fór rúma 5 hringi eða 20,5 metra. Og nú er léttasti maður mótsins að hlaupa hér með stein sem er 2-falt þyngri en hann sjálfur í fyrsta sinn. Þvílík snerpa og innri kraftur, hann fer hring eftir hring. Áhorfendur standa á öndinni. Eftir 4 virðist þetta vera búið, en þá á Willus eftir gæsaganginn og fer að lokum 5 hringi. Þetta hefur bara einn í liði gert áður, Hafþór Júlíus Björnsson, og Willus, hann er bara alveg búinn. Well, it's kind of crazy to hear the same name compared to me. It's just insane, that's all I can say. Kristján Sindri Níelsson fer ótrúlega létt völl með þetta bjarg í fanginu. Það fer að léttast fargið af sál bóndans, svo mikið er víst. Kristján fer 2 hringi, 3 hér og nú er þetta byrjað að þyngjast. Nær hann 4. hringnum. Já, næstum. Þetta er alveg að nást hérna. En ekki alveg, 15,6 metrar. Það ger ekki margir betur en þetta. Ég reyndi þessu stein fyrst 2015. Kotnungur, pekkaði hann ekki upp. Það er nú ekki margir sem að fara meðan þetta nær í 4 hringi. Nei, ég held kannski bara stoltum að vera lágvaxnasti maður sem veit ekki svona hann, ég veit það ekki. Maður er margir að grípa það sem maður getur. Kristján Jón Haraldsson er ákveðinn á svip. Takið á steininu virðist full ofarlega og tæft, en það virðist engu skipta. Kristján Jón skálmar áfram á meiri hraða en Willus áðan. Hér munar skreflengdina. Hver hringurinn af öðrum hleðst upp og sumir missa töluna á þessu, en ekki dómararnir og ekki Kristján Jón. En hann jafnar árangur Willusar og heldur svo bara áfram. Hann nær 7. hringnum og steinninn er svo límdur í fangið á honum að þegar hann missir hann þá fylgir hann honum til jarðar. Sjáuð þetta? Þetta er stórkostlegur árangur þó met Hafþórs 24,7 standi enn. Ég hélt að þú hefði tekið allt og ofarlega á steininum og myndir missa hann. Ja, Hvað fannst þér? Nej,
ég held að ég tók bara perfekt. Meginreglan í greinum sem þessari að menn séu stórir og þungir svo þau geti unnið afrek. Stefán Karel Torfason uppfyllir þessar kröfur en að auki hann léttur á fæti enda afbrast körfuboltamaður áður en hann snýri sér að kraftaíþróttum þar sem faðir hans Torfi Ólafsson gerði lengi garðinn frægan. Stefán gengur 1, 2, 3 hringi og hann heldur áfram. Innsiglar hann 4. og aðeins betur en það. Rúmur 17 metrar, Stefán 3. Já, til lukku með það, drengur. Þetta var glæsilega gert. Já, það gott að einhvernum fannst það. Mér fannst þetta ekkert frábært. En svona þetta. Þetta svo sem mjög fínn árangur. En þegar maður búinn að sjá hina fara svona langt, og vill þetta vinna hver einustu grein. Þannig að enn svona fór þetta í dag. Þetta bara þeir voru betri í dag. Theodór Már sigraði í fyrstu grein varð annar í annarri. Hann risi eins og Hafþór Júlíus sem lengst hefur farið í þessu og það vissulega gott að hafa svona gott útsýni yfir steinin en leið gott tak á honum. Hér genginn hver hringurinn af öðrum og Theodór búinn að ganga 3. Hér hefst svo 4. hringur og færið þyngist. Já, Theodór nær 4. hringnum og aðeins betur en það, já, 17,5 metri tæplega. Já, það var aldrei öskrum að vera að blána í framann svo mikið. Það fór eitthvað í hausinn á mér og ég skildi ekki alveg hvað var að meina. Mér leiði vel, mér leiði bara mjög vel. Mér leiði bara ágætlega. Ari Gunnarsson hefur lítið fyrir að lyfta þessum leggsteini. Hann fer hratt af stað. Steinninn þrengir nefnilega að honum eins og oft þegar vöðvar eru svo miklir eins og á Ara. Ari annars léttur á fæti og fljótur að safna hringjum. 3. hringurinn hafinn og skila sér í safnið. Hraðinn góður. 4. hringur. Ari þýtur enn áfram og klárar 4. og nú sígur steinninn. Hve miklu nær hann að bæta við? 17,2 metra 4. sæti og Stefán Karel 5. Ég bætti hann 1,5 hring. En að vera búinn að sjá hina fara, sérstaklega Kristján Jón, bara mjög gott hjá honum. Frábært. Þannig að árangurinn ekki takuður. En svona, alltaf, þetta bara þetta, endalaust bara þetta. Þú fórst 10 centimeter lengri en ég. Það var einmitt hann. Kristján Jón sigrar glæsilega, Willus Jökullsís annar, síðan Theodór og Ari. Nú aldrei vitað nema Sál bóndans fljúgi frí í vetur. Í dag voru farnir 40 hringir Bautasteini. Theodór enn efstur á mótinu, 10 á undan Kristjáni Jóni, Willus 3, Stefán Karel 4 og Ari 5. Raggagarður í Súðavík hefðbundinn viðkomustaður Vestfjarðavíkings. Garðurinn veruleiki draums, Vilborgar Arnarsdóttur, Boggu. Draums leikvöll í minningu sonar, Ragnars Freys Vestfjörð Gunnarssonar, sem lést í bílslysi á 18. aldursári 2001. Fyrsta skóflustungan að garðinu var tekin 3 árum síðar. Raggagarður vex stöðugt, áningarstaður og fjölskyldugarður. Nú hefur aðgangur fatlaðra verið bættur og tryggður og garðurinn geirnefndur í umhverfið með gildum lista og sögu og komið nýtt leikjasvæði. Hugmyndin Raggagarð hefur notið mikillar velvildar. Hann nú kunnur unaðsreitur barna og fullorðinna, meiri, stærri og vinsælli en nokkurn óraði fyrir. Á síðasta voru 12.000 gestakomur. Ég með teljar í garðinum og það þeir sem koma, hversin sem einhver kemur inn, þannig að það 12.000 gestakomur á árinu. Og það var 2.000 manns búin að koma áður en 1. júni var þegar hann opnaði. Þetta náttúrulega bara eiginlega vinur við veginn eftir að koma úr djúpinu, að geta stoppað með krakkana hérna og hleyptum aðeins út úr bílnum og leika svo lítið. Svo náttúrulega á fullorðu fólk að leika sér líka, á öllum aldri. Þetta það sem að þú sást fyrir þér þegar þú byrjaðir á þessu? Nei. Fjórða grein í Vestfjarðavíkingi og svo síðast á öðrum keppnisdegi. Við erum í Súðavík í Raggagarði og það eru steinatök, 4 steinar og garparnir ganga á þá einn af öðrum á tíma. Fyrst 72 kíló, svo 98 kíló, 115 og 123. Steinapressurnar í Raggagarði hafa löngum snúist að vera fljótur með fyrstu 2 steinana, sá 3. nefnilega erfiður og svo 4. 8 kílóum þyngri en hann. Og þannig það í dag, þangað til Kristján Sindri Níelsson geysist inn á sviðið. Hann rífur upp steinana hvern af öðrum, sá 3. 115 kíló, lítur í lægra haldi fyrir Kristjáni Sindra. Hér. Og þá það sá 4. Hann 123 kíló.
Og hann uppi og Kristján Sindri hefur tekið alla steinana rétt 50 sekúndum og tekur afgerandi fórystu. Mjóbakki ekki búið upp á sitt besta en það truflaði mig svolítið þar. Þetta hræddur að hafa skemmt eitthvað? Nei, bara steininn upp á bringu var engin spenn í bakinu sko. Þetta var allt bara Evrubúkur eiginlega. En þetta var skilið mig vonandi nokkrum stigum þannig að vona bara versta. Stefán Karel Torfason gengur hratt til verks. 72 kíló eru fljótt uppi og þá það bara næsti steinn, 98 kíló. Hann virðist líka léttur. Stefán Karel tekur fyrstu 2 á tæpum 14 sekúndum en gengur ekkert með þann þriðja. Hvernig fer það eiginlega að því að varðveita góðskapið þegar það munar svona litlu? Það þýðir ekkert að koma hérna í ykkur fílu. Það er bara, menn að gera sér besta. Stundum gengur þetta ekki alveg eins og þú vilt. Það verður bara að hafa það. Ari Gunnarsson hefur tekið alla þessa steina áður. Nú ekkert annað í boði. Hann þarf að vinna stig og það mörg. Hann gengur hratt til verks, 1 og 2 steinar. Og hér þriðji steinninn á flegiferð upp í loft. Það þarf öruggt tök á þessum þriðja. Og hann uppi. Jafnvægið þeim fjórða einhvern veginn betur innbyggt. Og þetta glæsilegt hjá Ara, 37 sekúndur og fyrsta sæti. Pressur hafa alltaf legið vel fyrir mér. En nú bara, má maður ekki klikka á neinu þessum eftir móts. Þannig að maður sem smegur. En fór vel. Theodór Már enn efstur og hann þarf helst að taka alla þessa steina. Honum þó ljóst að góður tími á fyrstu 2 fleytir langt. Og hann lyftir steini númer 2 hægt en örugglega og þá hann með 2 á rétt rúmum 14 sekúndum, rétt á eftir Stefáni Karel og þá fjórði sem stendur. Ég sá bara strax að þetta myndi vera keppni bara fyrstu 2 með hvað það bara 2 búin að ná þriðja og einn seinasta. Þannig þarftu að vera hraður í því, hefði mátt vera hraðar en svona þetta bara skemmtilegasta keppni sem ég hef tekið þátt í hingað til sko. Get ekki sagt annað. Það eru 3 skemmtilega greinar á morgun. Það verður spennandi að sjá, ég ætti að geta gert eitthvað í þeim. Villus Jökullsís sneggsti keppandinn en líka sá léttasti. Eini steinninn sem hann öruggur fyrirfram að lyfta svo fyrsti. Eina vonin að taka 2 steina hratt helst hraðar en allir aðrir. Og það gerir hann á 12,5 sekúndu og þar með þriðji eins og stendur. Yeah, 115 is kind of out of my league because in training I did only 93. So I'm super happy with the 97 here. So yeah. The third stone beats you by 5 kilos. Unfortunately. Well, there's always next year. Kristján Jón annar í heildarstigakeppninni þegar kemur að þessari grein og hann vill fram úr Theodóri. Fyrstu 2 steinarnir ganga vel hjá honum, 9 sekúndur og þar með hann orðinn þriðji. En það eru þessir 2 þyngstu sem eiga athygli alla. Þriðji steinninn jafnan óþægur og líka núna. Kristján Jón finnur illa í honum jafnvægið og missir hann. Það yfirleitt nóg til þess að menn komast ekki lengra en þessi piltur ekki þar. Upp skal þessi steinn. Og það tekst 3 steinar og þriðja sæti. Það vinda mót. Þú ætlar að vinna? Já. Það gefið upp núna í lok seinni keppnisdags. Já. Það heill dagur á morgun. Hvernig eru greinarnar fyrir þig? Bara ágætar sko. Allar? Já. Ari sigrar, Kristján Sindri annar og Kristján Jón þriðji. Síðan koma Villus, Stefán og Theodór. Kristján Jón tekur forystu, Theodór 2 á eftir og Ari 4. Svo eru Villus, Stefán og Kristján Sindri. Keppendur hafa skipst í 2 hópa, 6 fyrstu og 7 næstu. Vestfjarðavíkingurinn heldur áfram. Við erum á Þingeyri, fyrir framan vélsmiðjuna. Hvar annars staðar? Það er uxaganga. Kapparnir ætla að rogast hér með 340 kíló. Það er svona eins og að bera meðalhest. Þá ganga fram og tilbaka alls 30 metrar. Sá sigrar sem fljótastur keppendur fá 60 sekúndur til að klára. Guðmundur fer mikinn, Birgir gengur hægar. Það munar miklan á taktinu svo lóðin sveiflist ekki og rekist niður. Guðmundur klárar á 23 sekúndum. Lokametrarnir eru bröðsóttir hjá Birgi. Hann kemur í marka 37,5. Þetta var mjög gott mér. Þetta líka mín uppáhaldsgrein. Alveg með fótaferðin í þetta? Svaka fótavinnu. Beint fótbolta. Það er ágætt að hafa eitthvað til að halla sér fram á þetta. Já, þetta er puð. Það eru svona dráttardýr. Það var svolítið skröld. Já, ég var meinugat og hot.
Nú hef ég bæði brennt mig á og niðal og ofalega, þannig að þá veit ég hver ég á að vera næst. Alexander Andersen er til vinstri, Hannes Thorsteinsson til hægri. Alexander er léttstígur og fer hratt, Hannes hægar. Alexander varpar mæðinu og veður svo á stað tilbaka. Hann kemur í mark á 28,5 sekúndu og fagnar vel. Hannes lýkur á tæpum 45. Ég vissi að ég myndi ná þessu, en það bara fór eftir hraðan. Ég vanur að gera þetta hægt. Þetta var þokkalega hratt. 28 sekúndur. 28? Já. Það var ágætt. Ég var að fara hraðar næst. Það er miklu skárra að hafa eitthvað með sér en að fara einn eins og í bandagöngunni. Og bara þokkalegasti tími? Já, náðu undir mínútu, þannig að ég er sáttur. Stefán Karel Torfason svífur áfram. Theodór Már Guðmundsson nær ekki sama hraða og fer ekki nógu langt að snúningi að mati dómara. Af þessu verður nokkuð töf hjá honum. Stefán kemur í mark á tæpum 22 sekúndum, þá leggur Theodór loks af stað tilbaka. Hann endar á rúmum 38 sekúndum og töfin kostar hann örugglega 1 til 2 stig. Stefán Karel er með besta tíman 21:72. Sorry! Þér leiðist það ekki? Það er bræðra Ástin, hún er langt sko. Alveg þarna upp? Já. Hún er svona betri hérna uppi held ég. Það er svo gott að hafa svona yfirsýn. Ég er mjög sáttur, ég get svo svarið að fyrsta lóðið var yfir en dómarinn dæmdi ekki þannig að mér sýndist það. Þessi viðureign minnir á 60 metra hlaup. Willus Jökulsís og Kristján Jón Haraldsson. Trúið því að þessir menn séu með 340 kíló á herðum. Það er meira en 2-föld þyngd Kristjáns Jóns, meira en 3-föld þyngd Willusar. Þetta er alveg magnað. Og Willus kemur í mark á 15,5 sekúndu. Þetta eru 2 metrar á sekúndu. Flottasta öxaganga sögunar. I'm super light and super fast. That's what I do the best. 340 kilos on your shoulders. If we have to be honest, it's not that heavy for me because I'm kind of good on these events. I lack of static strength, but I'm good at dynamic movements like farmers and yokes, so this is my strong part. By far the best time. Is it? Well, it's good to hear that. Willus er hrikalegur, sko. Það bara skil ekki hvernig hann getur þetta. Hann er svo léttur. En já, bara vel gert fyrir hann. En líka vel gert hjá þér. Já, ágætt. Ari Gunnarsson og Kristján Sindri Níelsson standa sig vel. Kristján Sindri missir byrðina strax en kemst svo vel af stað aftur. Ari er á undan en við snúningin er staðan jafnari. Ari missir svo byrðina augnablik á leiðin tilbaka en þeir kappar koma næstum jafnir í mark, munar 1600 hlutum úr sekúndu. Ég var nokkuð smeyk með þessu fyrir móti. Bæði fess og bændagönguna. Þetta er ekki mína grillunar sko. Það var fínt að ná 3. sæti. Þetta er rosa barátum. Þetta er allt óspennandi. Við viljum ekki hafa þetta svona spennandi. Willus sigrar á ótrúlegan hátt og Kristján Jón er annar, Ari 3., Kristján Sindri 4. Stefán Karel er 5. og Guðmundur 7., Alexander 7. Stigakeppnin er æsispennandi. Kristján Jón hefur 4 stiga forskot af Willus sem er stigi á undan Ara þegar 2 greinar eru eftir. Theodór er 4., svo Stefán Karel og Kristján Sindri. Vélsmiðja Guðmundar J. Sigurðssonar á Þingeyri er fornfræg. Börn Matthíasar Guðmundssonar afhentu smiðjuna byggðasafni Vestfjarða árið 2014. Smiðjan starfaði frá 1913 til 1995 en næstu 20 ár á eftir nýtti Kristján Gunnarsson hana aðallega til málmsteypu, samhliða rekstri á bílaverkstæði. Smiðjan er víðfræg, hún var leiðandi í flestum greinum málmiðna í áratugi og þar voru steyptir ótrúlegustu hlutir úr málmi, einkum til að halda skipum og bátum gangandi. Vestfjarðavíkingurinn heimsótti þessa smiðju og skoðaði fyrir rúmum 2 áratugum. Kristján Gunnarsson var leiðsögumaður okkar þá, eins og nú. Byrjaði 62 og hef ekki farið síðan. Það er bara undir hérna fastur. En þessi smiðja var mjög mikilvæg í langan tíma. Já, þetta var eiginlega eina smiðja sem gat leyst úr vanda margra sem að þurfti varahluti sem ekki var hægt að fá í stríðsárunum. Þeir bara smíðuðu það hérna og það klikkaði bara aldrei hjá þeim. Það var alltaf leyst úr vandanum. Keppnin harðnar í Vestfjarðavíkingi, 2 greinar eftir og enn gætu mögulega 6 manns unnið. En steinatökin eru framundan og þar skilur kannski leiðir. Steinarnir eru 4
110 kíló, 131, 148 og loks 191. Og hér skilur á milli drengja og manna. Suðurnesjamanninum Aroni Geir Guðmundsssyni leiddist að reka uxalestina. Hann fær að byrja og hann er meira fyrir steina en járn. Í dag allavega. Fyrsti steinn fer upp og annar 131 kíló upp og svo er bara sá þriðji. Í gamla daga var þetta þyngsti steinnin 148 kíló. 3 steinar eru komnir á tæpum 80 sekúndum. Þetta er góður árangur. Ég ætlaði ekki að klára aftur neðstur sko. Þannig ég ætla að vona að þetta dugi og ég held að geri það. Hraði á fyrstu 2 steinum og, eða 3, ræður miklu úrslitin. Það er gott að vera fljótur en betra að sprengja sig ekki. Hér eru komnir upp 2 steinar hjá Theodóri og síðan er það 3. steinn 148 kíló. Og það er bara eins og þessi steinn sé léttar en hinir. Lokasteinn er martröð. Stundum hefur enginn náð honum. Theodór nær að lyfta honum frá jörðu. Það er afrek í sjálfu sér. Ég reyndi við hennar stein á Víkingnum árið 2017 á fyrsta víkingnum mínum og þá náði hann ekki neitt og ég lofaði að taka næst. Náði ekki að standa við það að lofa núna en ég skal reyna að lofa aftur næst. Stefán Karel hefur mikinn metnað í þessari grein og hann svífur á milli palla. Fyrstu 2 steinarnir eru völur í höndum hans. Sá 3. sígur í hjá mörgum. En hann virkar í svo smásteinn hjá Stefáni. Og svo er það steinn sem breytir draumum í martraðir. Stefán Karel tekur hann í bóndabeygju. Þetta er ný aðferð. Og hún virkar af stað. Kannski er þetta hægt, en ekki núna. Stefán ætti að fá aukastig fyrir geðprýði og hefur besta tíman á 3. Hann er svo ósáttur með hann að síðasta. Hann er eitthvað leiðilega við mig núna. Ég veit ég á að geta lyft honum. En við komum bara aftur eftir 2 ár. En nú er bara stóra spurningin, fer sá 4.? Já. Ari fer létt með hann held ég. Hann er svo, og sér að þetta er bara stærri en á handleggnum á Ara. Þannig ef hann getur ekki lyft þessu, þá getur hann alveg bara að fara heim núna. Kristján Sindri er steinamaður, mjúkhentur steinamaður. Hann tekur dansspor á milli palla. Næstur er steinn nr. 2. Og svo auðvitað fleiri dansspor. Steinn nr. 3. Og það er eins og allir þessi 3 séu jafn þungir eða jafn léttir. Svo er það Stuðlabergið. Kristján Sindri þrífur það upp að lokum en þá gerist eitthvað og þetta er ekki gott. Ari Gunnarsson verður að taka alla steinana. Hann virðist ekki flýta sér en hann er eldfljótur. Hér kemur steinn nr. 2 og Ari Gunnarsson er 6 sekúndur með hvern af 3 fyrstu steinunum. Svo gengur hann að stóra steininum hægum öruggum skrefum. Hann ætlar að velta honum upp á rönd og lyfta upp á læri. Þaðan er hægt að rugga þessu bjargi á sinn stað. Og það gerir Ari. Þetta tekur 34,3 sekúndur. Já, hérna, hvílík frammistaða og nú öskrar villidýrið. Þetta var fínt, ég var satt við þetta. Ég skuldaði hann stein. Ég var bara klára líka út á baratunna á toppnum. Hann áttu ekki séns í þér? Nei, ekki séns. Á allan tíman að fara. Allan tíman. Þá erum við að tala um ljón. Ég heyrði í því áðan. Já, þetta er alveg ljón. Maður urrar sjaldan þegar maður urrar það urrar maður. En ég held að sjá með Kristján Sindra veitir sig eitthvað. Vondan að klára en við sjáum hvað setur. En ég er sáttur og ein grein eftir og svo klárum bara Víking. Nú verður Kristján Jón að vanda sig. Hann verður að vera fljótur með fyrstu 3 til að missa Ari ekki of langt frá sér. 5 stiga forskot er mikið en það getur farið fljótt. 110 uppi og svo beint í 131 og svo 148. Og það eru 3 steinar á 17,5 sekúndum, 3. sæti. Ari vinnur 2 stig og Kristján virðir lokasteinin varla viðlits. Þú ert með næst besta tíman á 3 af þeim sem á eftir koma, þannig að þú ert í 3. sæti núna. Ari er að ná allavega við 2 stigum. Þú varst 5 á undan honum fyrir keppnina. Já, það eftir að býta allt sko. Sjáum til hvað gerist í seinustu grein. Svo er það spretthlauparinn Willus Jökulsís. Hann er eldfljótur með fyrstu 2 og þetta lítur aldeilis vel út. Sá 3. er erfiðari. 148 kíló fyrir 110 kílóa mann.
En upp fer hann og Willus nær 7. besta tíma. Everything's going just perfect so far for me. I could not have it any better than that, so I'm super happy. It's going to be very exciting for the last one. Yeah, and it's unfortunately my worst event, so not so much for me exciting, so for other guys for sure. Ari sigrar glæsilega, Stefán Karel annar, Kristján Jón þriðji, svo Aron Geir, Theodór Már og Willus. Kristján efstur með 69 stig, 3 á undan Ara fyrir lokagreinina, rétt stöðu lyftu. Willus þriðji, Stefán og Theodór sækja að honum í baráttunni þriðja sæti. Á Þingeyri hafa orðið mikil umskipti. Það líkt á fleiri stöðum fyrir vestan, austan og norðan sem átt hafa undir högg að sækja undanfarna áratugi. Fiskeldi í stórum stíl hefur skapað ný atvinnutækifæri. Fyrirtækið Arctic Fish starfar í Dýrafirði, Tálknafirði, Patreksfirði og víðar. Í Dýrafirði eru 30 störf á vegum fyrirtækisins. Afleidd störf eru fjölmörg, það forvitnilegt að svipast á firðinum. Þar eru nývirki, fóðurprambi sem ber 650 tonn, ný þjónustuskip, kvíar og umferð. Hér eru mikil verðmæti og mest í því sem ekki sést. Okkur sagt að fiskurinn í kvíunum í Dýrafirði gæti kostað allt að 8 milljörðum króna. Þetta ekki neinni hættu þó útvarpshaldan komi hér grimm og há? Nei, við viljum meina það að við séum að fara vel eftir öllum stöðlum og ríflega það. Íslensku staðlarnir eru mjög háir og flottir. Og síðan höfum við gert það líka að aðlaga okkur ennþá betur eftir aðstæðum og þá stækka við okkur þar sem þar á við. Það verður að vera vont til eitthvað sé hættu? Við höfum fengið veður 40 metra og allt í fínu lagi. Og ég myndi segja það að við getum sennilega státt í tvöfalda án þess að vera með yfirlýsingar. En það rosalega vel á öllu staði vil ég meina. Hvað skiptir þessi starfsemi miklu máli fyrir Þingeyri? Bara öllu sko. Árið 2005 þá keypti ég mér hús á 3,9 milljónir, 200 fermetra einbýlishús. Það komið upp í ca. 40 milljónir í dag og það eingöngu Laxeldin að þakka vil ég meina. Og fólk að flytja vestur aftur, fólksfjölgun í staðinn fyrir fólksfækkun. Þannig að ég vil meina að þetta sé gríðarlega sterkt fyrir atvinnulíf á Vestfjörðum. Vestfjarðavíkingi 2021 lýkur hér í Þingeyrarhöfn borð í Saltnesi, nýju skipi sem tengist nýrri atvinnuþróun hér á Þingeyri. Það mikil spenna í lofti, örfá stig skilja og það getur enn allt gerst. Rétt stöðulyfta hafin, stöngin 270 kíló, eftir hverja lyftu bætt við 20, þar til komið í 350. Þeir sem lyfta jafnmiklu skoðast jafnir. Hrafnkell og Tómas lyfta báðir 270, Hrafnkell svo strax 290. Tómas lætur hér við sitja en Hrafnkell lyftir næst 310 kílóum og þetta farið að þyngjast. Svo eru það 330 kíló. Þetta erfitt en Hrafnkell gefur ekki eftir og þetta uppi glæsilega gert. Þar höfum við það, 330. Og hvað stendur það miðað við það sem þú hefur lyft? Það bara svona pari, en það reynda mjög gott eftir heila helgi af keppni að ná því. Það verður að teljast því. Það margt sem hefði mátt fara betur yfir helgina, en hérna ég allavega ánægður og það gott að enda vel. Það skiptir mestu máli. Mótið í heild sinni, mjög fallegt mót, gott mót, góða greinar. En það sem ég gerði á því, ekki alveg nógu vel. Þannig að ég þarf að fara bara aftur á skrifstofuna og skrifa niður einhverjar hluti sem ég þarf að gera betur. Aron Geir Guðmundsson lyftir 270 kílóum. Alexander Andersen ekki alveg kominn þangað, enda ungur að árum. Aron Geir rífur upp 290, Alexander verður að hætta. Aron reynir svo við 310, en það reynist of þungt. Það bæting, 10 kílóa bæting. Þá hlýtur þú að vera glaður? Já, ég var að vonast til þess að ná bara fyrstu. Ég svo búinn að því eftir móti. En bæting, þá ég mjög sáttur með það. Birgir Guðnarsson lyftir 270 kílóum. Hannes Þorsteinsson líka, Birgir lyftir 290 og Hannes gerir það líka. Birgir lyftir þá 310. Þetta sko ekki búið. En það búið á Hannesi í þetta skipti. Birgir kom með 330 kíló og þetta gengur hægt.
en örugglega glæsilegt hjá honum. Þetta er góður endur á slöfnudegi. Þannig að þetta var þessi grein sem ég veit ég myndi skora vel í. 330, það var planið. Já, lagði upp með það. Eitthvað sem þú hefur gert áður? Já, jú, ég hef alveg tekið meira en ekki akkurat svona útfærslu. Þetta er allt öðruvísi. Hérna er ég góður, old man strength. Það var að lifta. Planið var 270 og mjög sáttur með að hafa hann á 290. Vel þreyttur eftir þetta mót. Næstu menn, Theodór Már, 270 kíló. Guðmundur Aðalsteinsson, líka 270. Theodór Már, 290 léttilega, en Guðmundur missti takið. Theodór liftir þá 310. Þetta gengur ótrúlega vel. Hann þarf að lifta þessu langa leið, athugið það. Guðmundur reynir aftur en þetta gengur ekki og Theodór nær ekki 330. Ég var ekkert smá sáttur. Ég var bara tekið 300 nokkuð tíman í einhvers konar útgáfu af réttstöðulyftu. Þannig á 310 svona nokkuð léttilega. Bara heldur fínt. Þetta er búið að vera skemmtilegasta mót sem ég hef tekið þátt í. Það bara á aldrei gengið jafn vel. Bara koma vel undan vetri og bara var ekkert smá gaman. 270 og svo var það allt svart. Já, svo var bara allt búið. Það var ekki planið í dag. En það átti að gerast aðeins meira. Það átti að gerast meira en ég fekk eitthvað aftan í lærið. Ég er samt léttari sko núna heldur en á Víkingi í fyrra og gengur samt betur. Þannig að það er ekkert endilega að þú verið sterkari eða það er þyngri í yfirleitt en það er ekki alveg samgefið. Stefán Karel rífur upp 270 kíló. Willus fylgir fast á eftir. Stefán Karel 290, þetta er löglétt. Willus reynir hvað hann getur. Stefán Karel rífur upp 310 kíló. En þetta er fullreynt hjá Willusi, 270 hjá honum. Stefán leggur af stað með 330, þetta er mikið fyrir 2 metra mann. Og upp ferða, hér líkur rimmunum þriðasæti. Þetta er heldur nóg til að tryggja mér þriðasæti, ég er nokkuð viss um það. Þannig að ég er bara sáttur við það með okkur múl ganga. Það 330 er gott í dag. It's good to, you know, to test yourself. In competitions like this, you drive, you travel. It's really hard on your body, but it tests your character, you know. Can you take it? So it's great. Ég get ekkert kvarta. Þetta er búið að vera bara yndislega helgi með ykkur strákunum hérna og fylgdarliðinu sem eru komið hérna með okkur. Þannig að þetta eru bestu dagar sumarsins. Nú eru 3 efstir og jafnir með 330 kíló þegar toppmennirnir byrja. Það er allt undir. Kristján Jón verður að ná 330 kílóum til að vinna. Það er þið aðeins með halvu stíi ef Ari færi í 350. Þeir eru komnir í 310, Ari búinn, Kristján Jón líka. Og næst eru 330 kíló. Ari liftir glæsilega en Kristján nær ekki 330. Ef þetta endar svona eru kapparnir jafnir af stigum en Ari hefur unnið fleiri greinar. Ari fer í 350 kíló. Og þau eru líka uppi. Kristján Jón reynir allt, ná að 330, vinnur hann með halvu stíi en það verður ekki og við bíðum staðfestingar. 310. Þannig að Ari er sigurvegari. Já, ég náði sigri og hörku keppni á milli mín og Kristjáns. Ég reyndi að fylgjast með hvað hann var að toga og ég held að hann að enda með 310. Hann er að taka þetta, Katrín? Já, hann tekur það. Ég tekur það einhvern tíma næst. Þú varst nú eins nærrið og hægt er. Já, kannski næsta ári. Ertu vonsvikinn? Smá, já. Það er eðlilega. Já. Keppnismaður væri alltaf vonsvikinn. Já, þetta er bara svona. Og ef þú vinnur þetta þá verður þú að koma áttur. Já, það er alltaf maður elskar Víking, bara góður félagskapur og falleg náttúra og allt og hann alltaf vantar sigurvegara frá því fyrra, Eyþór, hann er búinn að miklu bætingum og stóð sér hrikalega vel sterkast maður heimi. Svo líka Sigfús fyrir norðan, hann er að koma úr meiðslum og... Þú farið ekki hægt að finna vinnið í Svansundi? Já, já, ávonandi að vera Svansund næst, en eins og segi, þeir tveir eru mjög sterkir og það vantar þá hann. Kannski næst eða sjáum hvað gerist. Ari vinnur og fær 13 stig, Birgir, Hrafnkell og Stefán fá 11 stig hver, Kristján Jón og Theodór Már 8,5 hvor. Ari hlýtur 79 stig í keppninni, Kristján 77,5, Stefán Karel er 3. og svo Theodór og Willus. Sigmundi Þórðarsyni, fyrsta velunnara Vestfjarðavíkingsins af mörgum á Þingeyri er vel fagnað í mótslok. Magnús Ver kallar fram keppendurna 13 í þessu frábæra móti.
Spennan helst þar til sigurvegarinn kallaður fram og þannig á það að vera. Ari sigrar, Kristján Jón annar, Stefán Karel þriðji. Hér bankar framtíðin aldeilis upp á. Og þar með sláum við botn í Vestfjarðavíkinginn að þessu sinni. Við hlökkum til að næsta ári, þá verður keppnin haldin í 30. sinn. Verið þið sæl.